Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað til borðs eru komnir góði gestir að ræða mengunina í borginni, en hún hefur verið nokkuð áberandi í því milda veðri sem að við hefum verið að fá hingað yfir okkur. En það er ekki endilega svo gott að vera með svona milt veður. Hingað eru komin þau Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun, og Diljá Ámundadóttir, guðfræðinemi og móðir stúlku, langveikra stúlku sem býr við lúnavandamál. Verið velkomin. Takk. Þetta hefur verið viðloðandi, svolítið svona umræðuna. Þetta er kannski ekki verið mest áberandi, en hún er þarna. Við finnum öll fyrir menguninni. Við tölum það aðeins í upphafi þáttar að Gunnar Smári fann fyrir mæði í fyrsta sinn, og það var maður sem tók fram úr fyrir honum á göngustíg og þetta fannst honum alveg ómögulegt, en hann vildi meina að þetta væri menguninni að kenna. Fólk gengur svona mislangt í því, en kannski við byrjum bara á þér, Diljá. Hvernig hefur þetta áhrif á ykkar líf, ykkar megna? Já, við höfum nú svona áður fyrir kannski alveg fundið fyrir svona aukinni mæði, og bara dóttir mín sem sagt, hún fær mjög mikið fyrir tíman sem að gera það verkum að það sem sagt lungun komi mjög óþroskuð, vanþroskuð í heiminn og svona ætla að segja ekki, það bara hægt að segja sé lúnasjúklingur, en svona, já, hún með einmitt svona öndunarfæri viðkvæmi og astma og svona, og það hefur nú svo hingað til alveg, þegar það hefur eitthvað, þessi gildi hafa verið eitthvað að mælast aðeins herri í svona gulari og rauðari litum, en núna var það eiginlega alveg bara, sem sagt, þetta fór á okkur svona nýjan stað. Hún þurfti í rauninni bara að vera heima, alveg frá, hún fór eitthvað aðeins út helgina, eða sem sagt á laugardaginn, sem gerði það verkum að það var bara erfitt að sofna vegna hósta kvöldið og á sunnudeginu var hún bara alveg heima og svo frá skóla, og á mánudag og þriðjudag, þangað til í gær voru gildin orðin græn, það var orðið á grænu. Kom smá vindur. Og kom smá vindur, einmitt. Það var búið að spá þessari miklu snjókomu sem bara lét bara ekkert sjá sig, en hún komst í skólan í ykkurum grímubúning á öskudag. Þannig að þetta hafði í raunin þau áhrif að þetta var bara eins og hún væri lasin og komst ekki út af því að það var bara of mikið álag á öndunarfærin og ljótur hósti og svona einhvern veginn vella á augunum og svona, sem að þetta verður alveg svona smá, bara svona eins og í eitthvað svona bíómynd, þú veist, maður býr við eitthvað svona ský, eitthvað ver eða eitthvað svona upplifun, þannig að ég einhvern veginn einmitt upplifði bara svona að þetta hafiði bara mjög skerðandi og takmarkandi áhrif á okkar líf í þennan tíma, og það er aðeins svo mikið, finnst mér, svona með að við okkar ylhýra Ísland einhvern veginn. Já. Þorsteinn, þú þekkir auðvitað þessar sögur í þínum störfum. Og þín vinna felst nú kannski svolítið í því einmitt að svona skoða þessa mengun og svona greinana og finna leiðir til þess að sporna gegn henni, vel? Já, og miðla upplýsingum hana. Já. Og þetta voru vissulega búin að vera núna óvenju slæmir dagar núna í svolítinn tíma, og þetta er svo sem ekki neinn metmengun, og mengunni var svolítið svona herri þú veist, ef við bara fyrir árið 2000, þá voru fleiri svona dagar, en þetta voru vissulega mjög hágildi núna, og við heyrum oft svona lýsingar, eins og þú ert að lýsa, að fólk sem er viðkvæmt fyrir, það finnur alveg rækilega fyrir þessu, og það er svona hvað reglur sem hvað má vera mikil mengun yfir daginn og hversu oft það má fara yfir mörk, og Suðurríkið sólarhringsins meðaltal má ekki vera meira en 50 mikrogram, og það má ekki fara oftar yfir það heldur en 35 sinnum ári. Við erum komin upp í 12 skipti núna það sem hefur árinu, og yfirleitt þetta reynda febrúar, mars eru svona þeir mánuðir sem yfirleitt mesta mengunin ef að veðrið þannig. Það var búið að safnast upp við veturinn, og farnar að koma svona, ef að koma svona froststillur með hægviðri og þurrki, þá
þyrlast þetta slítna malbygg upp. Og Sigurður, þú ert svona eitt þeirra sem að vakti máls á þessu þinginu í vikunni. Þið voru svona velta fyrir ykkur bara stöðu sveitarfélagana hvert þessu öll saman. Finnur þú mikið fyrir þessar mengun sjálfur? Nei, ég nú svona tildulega heppinn með það sjálfur en ég get svo sem ljóstraði upp það. Ég snýtti mér nú fyrir vikunni og það var eins og ég hef verið mættur aftur í bingounna en sjálfur hef ég nú verið svona tildulega heppinn en auðvitað þetta eitthvað sem þarf að hugsa Mér fannst mjög áhugavert sem að kom fram hjá Þorsteini að ástandið hafa nú verið verra fyrir aldamótin 2000 sjálfur einhvern veginn hélt ég kannski að þetta væri mitt eitthvað sem að færi versnandir heila Það er meiri umferð og breyttar aðstæður. Er náttúrulega þetta meiri umferð og þetta meiri umræða og meiri upplýsingar. Ég veit ekki hvort það vantilega búið að fjölga líka mælistöðum og svona menn eru meðvitaðar umhverfið og gera þetta kannski ríkari kröfur líka til þess sem ég veist bara fullkomlega eðlilegt. Förum örgulega yfir það á eftir en ég hef bara mikinn áhuga á þessu og finnst kannski þetta svona núverandi ástand ekki ganga til lengdar að þú veist það getur auðvitað ekki verið einhver varanlega lausn að halda börnunum inni þegar svifryki í þessum efstu gildum þá þurfum við einhvern veginn sem samfélag að bregðast við með einhverjum öðrum hætti og þá er auðvitað spurning bara hvernig er það gert Þetta gerist auðvitað, þú talar janúar og febrúar og svo mann nú eftir að sumrin oft börnum haldið inni á góðu verið stöðum sérstaklega hann í kringum flugvöllin og hérna við miðbæinn það auðvitað Miklabrautin og Hringbrautin og svo flugvöllurinn og umferðin sem því fylgir og þarna myndast bara eitthvað svona tappi að þeir virðist og en eins og þú segir og ég held að við séum öll sammálum þá þetta kannski gengur ekkert að reka samfélagi þar sem að eitthvað hluti kemst ekki út á og getur ekki notið sín eða tekið þátt eins og eðlilegt þykir einhverja daga á ári. Þó þeir væri ekki nema kannski 3, þú veist, þá eins og núna. Akkurat. Já, við erum alls sammála það. Alveg sammála, einmitt. Og ég bara svona velti einmitt fyrir mér kannski að því að þú ert kannski svona helsti sérfræðingurinn hérna inni. Hvað sem sagt, það verða náttúrulega allir mjög miklu sérfræðingar á svona dögum í samfélagslegri eða samfélagsmiðla umræðinni sérstaklega og og á meðan einn þvertekur fyrir það að sem sagt notkun nagladekkja valdi þessu og að þá svo kemur annar hópur og vill bara hreinsa göturnar betur og það þá alfarið á höndum stjórnvalda þá eða eins og í þessu tilfelli held ég sveita stjórna og ég held að þetta sé nú allt samspil. Mér langar samt bara svona akkurat líka að kannski að spyrja þig, þó ég sé ekki spyrillin hérna, en hvað er svona kannski helsti áhættið eða svona mengunarvaldurinn og svona hvað er skaðlegast í þessu samhengi? Á þessum dögum sem hefur verið núna undanfarið, þá er þetta fyrst og fremst bara ryk af vegauðborði. Vega? Já, og það er mestuleiti slítið malbygg. Eitthvað líka svona dekkjakurli og bremsuborðaríki en slítið malbygg af langmestuleiti og göturnar bara slitna hraðar þegar bílar nagladekkjum og það er alveg óumdeild staðreynd þó að hljóð mikið alltaf þannig umræðinni og svona gróflega séð bílar á nagladekkjum hann slítur malbygginu kannski 40 sinnum hraðar 20 til 40 sinnum hraðar heldur bíl á bara óneldum vendardekkjum. Þannig að ef að bara gróflega sé 5% bíla á nagladekkjum, þá myndu þeir slíta jafn mikið eins og hinn 95% sem var ekki á dekkjum. Þannig að það að... Þetta er gríðlega munur. Já, þetta er gríðlega munur, sko. Já. Og þannig að fjöldi bíla á nagladekkjum skiptir máli varðandi slitið, en svo náttúrulega eru, og það má, þú veist, ég er sjálfur ekki á naglum, býr náttúrulega hérna í Reykjavík, en svo skilum maður alveg viðhorf fólk sem býr kannski á Selfossi, þar að keyra yfir heiðana til vinna á hverjum degi. Þá geta naglarnir verið mikilvægt öryggisatriði og þó að þessi góð vetrarþjónusta þá verður menn kannski að setja nagla fyrir veturinn fyrir bara akkurat mómentið þegar þeir keyra niður Hveradalabrekkuna og lenda hálku og bílinn verður að renna. Þannig að maður skilur verið fólk sem vill vera á naglum sem sérstaklega sem keyrir í bæina eða býr út á landi. Þannig
En það lítur að vera hægt svona lagalega að koma einhverjum böndum á nákvæmlega þetta. Já. Já, það sem væri hægt að gera, sko, það hefur hingað til ekki verið pólitísku vilji fyrir því, það er sent, það hafi verið getnur svona norræna leiðbeiningar, svona best practice til að díla við ryk frá nagladekkjum. Og það eru svona taldar upp nokkrar aðgerðir og getnar engun. Það að sent hvetja til fólk að hugsa sér vel þarftu naglið ekki, verður með svona upplýsingarferðir, það hjálpar alveg, fær sko 1-2 plúsa af 3 mögulegum, en ef það er virkilega nániður nagladekja að notkun, þá bara setja gjald á nagladekk. Og það hefur verið gert til dæmis og það í Noregi það gert sumstar að það er bara í valdi hvers sveitafélags að gera það. Og naglagjaldi fyrir veturinn og svona cirka 20.000 yfir árið, eða fyrir veturinn, fyrir það sem búi í bænum, og svo þeir sem eru utanbæði meina það að koma í bæin bara sjaldan, þá getur þið keypt bara daggjald. Þú kaupir þetta bara í einhver appi og daggjaldið er svona kannski eins og að leggja í stöðumæli í hálftíma eitthvað svoleiðis, kannski 500 kall. Þetta hefur náð niður verulega eins og til dæmis í Þrándheimi nagladekkja notkun talsveitum mikið niður. Og svo er alltaf verið að sko, heyrist oft líka sko, það er bara svona mikið ryk hérna því malbyggi er svo lélegt. Svo skítugt er líka verið að tala sko, og það er ekki verið að þrífa nóg vel göturnar. Já, einmitt líka, en sent, þetta með malbyggi átti kannski við fyrir 30 árum. En hérna, alla malbyggunastöðar á Íslandi, allan hérna á höfuðborgarsvæðinu, það eru löngu hættar að nota íslensk grjót í aðalgötur. Það er sent flutt inn nostgranít, búið að vera þannig í mörg ár, og það eru það sem alla malbyggunastöðar nota í alla svona umferðameri götur. Svo er kannski nota íslenskt berg á bílastæði, barlangagötur og göngustíga. Og það er sem alveg staðarind að norska grjótið er miklu betra. Þannig að malbyggi í dag er, ég myndi segja bara eins gott að það getur orðið. Og sambærilegt er bara malbyggi út í Skandinavíu. Aftur á móti er einn faktor hér sem er meira hér heldur en í öðrum löndunum, það er sem það skiptir ofta milli frost og þíðu. Og það er kallað frostþíðusveifla. Og þegar malbyggi er blautt og svo frís, vatni frís, þá sprengir það aðeins upp malbyggi, það verður smá frostuvörun. Og hérna í Reykjavík er þetta kannski skrólega séð 70 frosttíðusveiflur á ári, meðan það er miklu færri í Stokkólmi eða Helsingi. Og svona til íktastæðum er kannski í Norður Svíþjóð, Norður Finnlandi, þar er kannski bara gróflega séð 1 frosttíðusveifl á ári, að frís á haustin og þinnar á vorin. Þannig að það skiptir ekki máli hversu mikið frostið verður, heldur hversu oft skiptir milli frosts og þíðu. Og þetta er til þess að eitt af því sem svona hraðar slitur malbygginu og í stundum verður þetta sko 2+2 verða kannski 6 eða 8. Þeir eru bæti við frostíðu og nöglum og snjómóstur slítur líka. Þetta er lítið útblásturinn, við erum kannski farin að svolítið svona að stoppa það. Það er þetta þessi rafbílavæðing sem að var þeirra fyrir og bara síðustu ár. Og nú kannski komum svolítið í veg fyrir það, þannig að þetta er í rauninni bara eitthvað svona vegadrulla og dekkjakurl. Já, og þetta með sko nagladekkjagjaldi, það er kannski ráð til þess að, eða eitt ráðan til þess að ná niður nagladekkjafjöldanum. Og svo er þetta með sko að þrífa göturna sem eru oft rætt og sagt ég að það bara að þrífa. Það er ekkert að sopa götur í frosti en hérna bæði Vegagerðin og Reykjavíkurborg og reyndar fleiri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu notuðu veðurglugga sem kom núna mánaðamótin í janúar, febrúar og notuðu þann glugga mjög vel. Þetta var svona rúm vika. Þannig að alla helstu sem Vegagerðin tekur alla þjóðið í þéttbýli hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og Reykjavík tók alla svona helstu umferðargötur sem er ekki þjóðvegir í þéttbýli. Og það var gert í raun í byrjun þessa mánuða sko. En svo bara er slitið það mikið að það er bara mjög fljótt að safnast upp aftur. Og þá hjálpar reykbindingin, hún svona rendar okkur gegnum 1 dag í einu, 1-2 dag í einu. Þannig að við erum í rauninni, við erum með svolítið sér íslenskt vandamál hérna. Já. Og við eins og svo mörg. Það er bara því að það eru ákveðna sveiflur hérna í veðráttunni, það eru hérna, sko, í rauninni helst það á kannski. Þurfum við ekki bara einhvern veginn svona að setjast niður og finna bara eitthvað almenna lausn á þessu og það er kannski svona það sem að þú tala svolítið fyrir hérna svona, já þegar þú vaktir máls að þessu þarna á þinginu eða svona, þið voru svona að velta fyrir ykkur hvort það væri ekki ykkur, já svona, eitthvað sem við getum gert, við getum í rauninni ekki bóðið fólki upp á þetta.
Nei, það kannski held ég heila málið, sko, að eitthvað þarf að gera. Mér skilst að sé svona tæplega, svona cirka bara 3/3 á nagladekkjum í Reykjavík, allavega var það í fyrra. 40%. Ok, það allavega samkvæmt einhverjum tilkynningum frá Reykjavíkuborg, var það kringum 3/3, sem eru búandi í Reykjavík og keyra þá mestan part hérna innan. Og ég svona skoða þetta aðeins bara mjög gróflega ég var leiðninga hvort þetta hefði eitthvað farið mælanlega lækkandi undanförnum árum, mér sýndist að vera eitthvað aðeins en ekkert eitthvað svona svakaleg skref í því, en já þú veist, það þarf augljóslega að gera eitthvað það er náttúrulega skrítið að fylgjast með fréttum í vikunni, sko, það sem með einhvað rykbindi efni upp urið og það þarf auðvitað að einhver svona held ég, einhver svona heilstaða nálgun bæði já, fyrir ekki klára en þú veist, þá bæði þetta svo sem, þú veist, það eru einhver aðgerð sem hægt að gera með að ná upp ríkinu þú veist, það er þú veist, það er öryggisatriði fyrir sumt fólk að vera á nagladekki, bara getur verið nauðsynlegt og það er að mæta því og svo þarf bara að skoða aðrar leiðir. Ég nefndi að fyrir þáttinn að núverandi umhverfis- og orkumálaráðherra var með þingmannafrumvarp svona gjaldtökuheimild inn á þingi árið 2022. Þú veist, ég veit sjálfur, ég hef ekki einhverju svona fastmótaða skoðun á því hvort að það sé tímabært eða rétt eða nauðsynlegt. En einhvað þarf að gera þegar þetta er svona endurtekið, það er allan svona mín upplifun bara sem borgari hérna í samfélaginu, þú veist, undanfarin áratug eða svo, kemur upp oftar en einu sinni á vetri að það er svona, þetta er yfir þessum heilsufarsmörkum. Það hafa verið gerðar rannsóknir, Þorsteinn kannski þekki það betur áhrif og heilsufarsfar fólks. Svo ég skil að það geti bæði verið sem sagt uppsafnaði yfir einhvern lengri tíma en líka vilja þá einhverju sérfræðingar meta að þetta hafi áhrif bara á hjartaáföll og heilablóðföll og annað slíkt sem kann þá vera einhvern veginn meira svona akút. En þú veist, áhrifin eru klárlega fyrir hendi, þú veist, og kalla þá á einhver viðbrögð samfélagsins og þá finnst mér að veri svona svolítið andvaraleysi það kemur að þessum á. Ég velti fyrir mér og ég myndist á það mitt fyrir þáttinn, þú verandi lögmaður, marst kannski eftir þessu máli sem að koma upp í Bretlandi fyrir einhverjum árum síðan þegar það er foreldrar ungra stúlku sem var asma, hún deyr í asmakasti einfaldlega vegna þess að það var svo óbúslega mikil mengun, hún fekk eftir mikil, mikla baróttu foreldra sinna þá fá þau það í gegn að í dánarúrskurðinum stendur hreinlega lést vegna mengunar, loftmengunar og þetta var heilmikið mál og þetta var til þess að fólk gat svona í stærri stíl farið og sótt rétt sinn gagvart á borginni eða og þetta er auðvitað allt í þróun ennþá en maður velti fyrir sér hvort að mamma eins og Diljá sem að missir úr vinnu eða skóla og bara býr við skert lífskeiði þegar hlutinir eru með þessum hætti, hvort það getur hreinlega að fara bara í mál við borgina. Já, ég velti því fyrir mér líka svona að því pólitíkin er nú alls staðar og sjálf er ég náttúrulega var ég í borgarstjórn í 12 ár og varaþingmaður, þannig að ég svona sé þetta líka alveg svona út frá kannski einhverjum svona ákvörðunatökum þegar kemur að hvar þú stendur í pólitík og ég fór svona veltaði fyrir mér, nú til ég er í flokki sem að aðhyllist mikið frelsi eins og flokkurinn sem Sigurður tilheyrir og og veltir svona tekur stefnumótandi ákvarðanir út frá frjálslyndi og frelsi og einstaklingsfrelsi og svona og valfrelsi og ég einhvern veginn velti akkurat þessu upp og verandi nú í guðfræði þá var ég í siðfræði í morgun og þá vorum við akkurat að ræða frelsisreglu mill og og svona byggir á því hvenær eigum við að beitinu og hvenær getur hún haft skaðlega áhrif og svona og ég velti því mitt fyrir mér, þú veist, hvort frelsið eða sem sagt trompar hvort frelsi til að velja það að vera á nagladekkjum innan bæjar þú veist, í engum snjó og hálku eins og við erum búin að lifa við núna eða að fá frelsis takmörkun eða skerðingu eins og við höfum búið við í eitthvað tíma núna
þó það sé ekki langur tími, þá þetta samt dæmi sem að ég bara hef velt upp fyrir mér síðustu daga og hvernig við tökum ákvarðanir bara byggða á, þú veist, hvenær við skilgreinum hvaða frelsi sem í rauninni mikilvægara og samkvæmt öllum þessum siðfræðingum og heimsbyggingum og svona sem að ég svona svolítið að stúdera núna að þá eigum við alltaf að í rauninni að taka ákvörðun sem að hámarkar hamingju eða hag sem flestra. Og þá þurfum við kannski að skoða einmitt, af því núna fékk ég það svolítið staðfest, af því að ég hef verið svona aðeins kannski ekki í einhverju debatti en bara svona forvitin að spurja fólk einmitt, af hverju ert þú að nagla dekkjum og margir sem eru svo sem hafa sagt við mig síðustu daga ég bara hef ekki nógu mikla hvatningu til að skipta. Ég keypti bílinn með þessum dekkjum og mér finnst það öryggi, en ég hef ekki fengið í rauninni það mikla hvatningu til þess að skipta yfir í gróf þá vetradekk eða sem að myndi tryggja einhvers konar allavega meira öryggi líka og sérstaklega í einum bæjarakstri. Þannig ég velti fyrir mér, þú veist, líka þegar pólitíkin fyrir að flækjast svo mikið fyrir sjálfur sér og hvenær við skilgreinum hvað mikilvægara og frelsi og valfrelsi og allt þetta. Þannig já, ég myndi kannski, ég hef ekki farið það langt að hugsa hvort ég myndi sækja rétt minn með þeim hætti eins og þú ert að lýsa í Bretlandi og náttúrulega ofboðslega óþægileg tilfinning bara að heyra af þessum afdrifum þessara stúlku en það sem ég hef gert mig grein fyrir að þetta graf alvarlegt mál og sérstaklega þegar ég heyrði, ég man ekki hvað hann heitir, læknirinn var í morgunútvarpinu í vikunni og var að lýsa því sem að Sigurður kom inn á í rauninni þessu mikla skaðlega samhengi sem getur verið orsaka valdið hjarta áföllum eða lungnaþembum eða bara já, einhvers konar svona skyndi alvarleikum einhvern veginn. Þannig að mér finnst leiðilegt einmitt að sjá þegar svona grafalvarlegt og í rauninni bara svona svona common sense eitthvað svona þegar við viljum í rauninu bara öll vera dálítið góðir samfélagsþegnar að við eigum þá ekki festast í eitthvað svona hægri vinstri stjórnarandstaða hver á stjórnar ríki eða borg eða sveitafélag, þú veist það verður þetta að vera að tala saman og þegar það bara eitthvað svona akkur getum við ekki öll bara reynt að gera þess betur ég skil algjörlega að það sé einhver hópur sem þarf og vill og getur ekki hugsað sér annað en að vera á nagladekkjum. Það líka stór hópur sem þarf þess ekki og ég vildi óska við getum einmitt bara gert eitthvað hratt til að flýta fyrir því að það yrði meiri almanna heill í því samhengi og ég sé ekki til fyrirstöðu að sé ekki hægt að koma einhverju með hraði, einhverju hvata einmitt kerfi og eitthvað sem myndi tryggja þá að þessi 40 í rauninni, þetta 40-falt aukning af í rauninni mengun við þessi neldu dekk í akstri á þurru malbyggi að við getum fundið eitthvað leið til að bara minnka þetta. Ég veit að stór hluti þeirra sem að fóru og fengu neld dekk undir bílana hjá sér, þeir gerðu það í, hvað var október, þegar kom rosalega mikill snjó í 3 daga og það var hvatning í fjölmiðlum til þess að negla bílana sína vegna þess og hún var stórleiti, ég var að skoða þetta, voru þetta fulltrúa frá tryggingafélögunum sem sögðu að ég meina að þú ert á illa búnum bíl í þessu veðri þá ert þú nú kannski bara bótaskyldur eða færið ekki út kaskóið þitt eða hvernig sem það fer og svona án þess að kafa neitt dýpra í það þá var þessu svona útvarpað og ég meina þið munið eftir því að það voru biðraðir. Við vorum með þetta kapna í Bólholtinu af því að það eru dekkjaverkstæði sikkur megin við okkur og það voru bílaræðir í bara marga sólarringar og þannig að við fundum fyrir þessu með þeim hætti fólk var að skipta vegna þess að það vildu þetta ekki þú veist með renna í hálkunni eða og vera þá einmitt bótaskyldi að fá ekki greidda út Já. Kannski örstutt það hafandi flutt svona mál hjólabúnað og annað slíkt
að það eru sko fólk verður ekki bótaskylt vegna þess að það er ekki á nagladekkjum sko. en vetradekk, óneld vetradekk skipta þetta mjög miklu máli og ég man svo ekki nákvæmlega hvernig umræðan var þarna akkurat en þetta er náttúrulega alveg tvennt og þar fara vetradekkin óneld vetradekk sem sagt betur með göturnar sko. Þannig að en þetta er bara eitt af þessu sem að mér finnst ég segi sko þurfum að taka svona fastari tökum og þá var kannski fróðlegt að vita aðeins meira það frá Þorsteini sko að ég nálgast þetta bara sem ekki með sérfræði þekking á þessu sviði en svona svifryk eða önnur umhverfismengun sko, maður fer yfir einhver mörk og þau geta verið sko, geta verið grængildi eða appelsínugul og svo geta verið rauð en ef að þetta komið einhver mjög vel yfir þessi rauðu mörk sko, þá finnst mér að það krefjast einhverja viðbragða af hálfu samfélagsins og þá er þetta svona spurning hvaða valdheimildi maður vill að gefa stjórnvöldum í slíkum aðstæðum sko. En það er svona þarna finnst mér, ég upplifa allan smá svona andvaraleysi að við sem ekki búin að setja til dæmis þetta niður fyrir okkur sko, hvort það sé ekki einhver rauða línu sem að þá kalli á viðbrögð og það eru sko, þú veist, það getur verið sko einhver svona almennar heimildir þú veist eins og gjaldtaka eða slíkt, þetta getur haft einhverja þýðingu alveg eins og það hvetja fólk til þess að fara á vetradekk, ekki neldekk og mér finnst nú sem betur fer allan á svona mínu nærumhverfi að þá finnst mér að eiginlega vera orðið sko stærri ákvörðun fyrir fólk að velja nelddekk, þú veist, það hugsar það svona, þú veist, kemst að þeirri niðurstöðu með réttu röngu að það telli sig þurfa það sko, þannig að það er allan að finnst mér svona það sem hefur breyst upp á síðkastið sko. Svo hafa náttúrulega komið upp bara alls konar hugmyndir að gefa bara sveitarfélögum svona róttækar heimildir getur kannski komið til þess að þurfa einfallega bara að banna ákveðnum, þú veist, bílnúmerum að keyra, hvernig svo sem það er, sko, þú veist, bara... Eins og við hefum séð bara í stórum borgum bara í Evrópu eða bara út allan heim þegar það eru heilu götunum lokað, það er svona inn í miðbæin eða útrónum eða hvernig sem það er, eða einmitt eins og segir, með því að svona annarkvært bílnúmer fær leyfi til að keyra okkur ákveðnum tíma og svo okkur aðrir næst. Það eru til alls konar dæmi fyrir því að svona stoppa og stemma í stigu við svona. Það má kannski skipta svona aðgerðum í svona svolítið tvennt sko, annars vegar það sem að kalla bara fyrirbyggjandi aðgerðir, komið í veg fyrir að vandamáli verði til og það verður allir með að reyna að lágmarka fjölda bíla og nagladekkjum. Þá bara verður til minni mengun eða minna slit á göttunum og svo þarf hins vegar líka að fást við það sem er að slitna og það er þá kannski gróflega séð tvennt eða þrennt, það er þá að sópa það upp. Það var sópa núna síðustu mánaðamót gróflega séð. Hugsanlega þyrfti að fjölga því, sópa oftar á þessum tíma, bara eftir því hvernig veðrið er. Og svo er rykbýting að virka vel líka. Hún er þá komið veg fyrir að ryki þyrlist upp. Rykbýting er svona redding fyrir hotn, virkar kannski bara 2 daga, en það dugir oft. Það er alltaf að skipta veður hér. Það er kannski bara að fara að snjó eða rigna eftir 2 daga. Eða þá það bara rykbindi aftur. Þannig að það var í raun kannski mjög vandrarlegt að rykbindefni hafi klárast núna og svona það sem ég heyrðist á vegagerðina þeir pöntuðu bara sama skamt og hefur alltaf dugað í mörg ár en bara veðráttan var þannig að það þurfti lítið að maka snjó en á móti þurfti að nota rykbindefni miklu oftar. Þannig að ég er nokkuð við sem að vegagerðin passið það að lenda ekki aftur í þessu að panta nóg rykbindefni næst. Veitum hvað þetta er stórt vandamál, ég meina hversu stór hópur fólks þetta er sem býr við skert lífskeiði eða hversu margir ég hreinlega bara láta lífið á ári vegna þess sem út af einhverjum kvillum sem hægt er að rekja beinleinis til loftmengunar? Sko, við vitum það kannski endilega hvað margir láta lífið af því það er náttúrulega stendur aldrei í dánavottorði lestur loftmengun nema í þessu líklega eina dánavottorði í Evrópu og þá fékkst það í dánavottorði með bara dómsúrskurði en svona viðkvæmir hópar svona stóra mengi viðkvæmir hópum eru öll börn, allt eldra fólk og allir sem eru með einhverja svona undirliggjandi lungnasjúkdóma þannig að þetta er stór hópur. Já.
og hérna það er sínt sig að hérna þá daga sem hérna loftmengun mikil og það er yfirleitt erlendaransóknir hérna að þá verður sent meira heilablóðfullum og það er meira hjartafullum. Og það er jafnvel meira tekið út af astmalyfjum. Það er ekki margar rannsóknir hér en það eru samt nokkrar sem svona styðja þessa niðurstöðu líka. Þannig að þetta er sannarlega En til einhvers konar meðaltali Björn Þorláksson, við vorum að ræða þetta hérna áðan og hann sagði að hérna fyrir einhverjum 10 ári síðan þá fann hann koma niður á einhverju tölu hérna sem voru í kringum 30 mann svona áætlað á ári sem að hérna 30 dauðsföll á ári sem að mætti rekja til einhverja af þessum kvillum sem að hugsanlega mögulega væru þá vegna mengunar. Já sko, það var svona tala sem var svolítið í loftinu svipaði tölur eftir ára þar sem umhverfisnöðin Evrópu nota ákveðna aðferðafræði til að reikna sem er kallað ótímabær dauðsföll og hérna samkvæmt þeirra aðferðafræði fyrir einhverjum árum og það er sjálf sér mikil óvissa og þetta er svona meira til að sjá trendana og bera saman lönd og ef þú varst í mikil loftmengun og fórst í ennþá meiri loftmengun þá náttúrulega hækkaði dauðsföllin en svo var svona ákveðin óvissa hvað var að gerast í svona miðlungsmikil mengun sem er kannski sko Ísland lendið þar. Íslandi er heilt séð það er einu minnsta loftmengun í Evrópu er á Íslandi. Við erum yfirleitt í svona fyrstu 1, 2, 3 sætunum, bestu sætunum í Evrópu. En er það þá Íslandi í heild eða þú veist ef höfuðborgarsvæðið væri tekið svona út fyrir svega væri það þá mjög jafnvel sko við erum svona svolítið svipið staði eins og bara borgir á Norðurlöndunum og það er svona ákveðin öðruvísi karakteri í mengunni hér, það er stundum talað norræna nagladekkjaborgir í þessum bransa þar er vegríki vandamál meðan kannski í Póllandi, sérstaklega Suður-Póllandi er húshitun, það er engin hitaveita, það er jafnvel ekki olíukynning, bara svona kapisa eða svona menn brenna timbur, kol eða bara rusl í hverju húsi til að heita búsin og þá er það sent húshitun sem er aðalvandamálið. En hérna það sem ég var að segja með sko þessa aðferðafræði þá að sent svo var mikil óvissa hvað var að gerast í þessum minna mengaða löndum þannig að umhverfisnefnd er búið að segja við skulum ætlum að hætta að rekna hvað er að gerast hérna fyrir neðan þetta ákveðið bil og Ísland er akkurat fyrir neðan það þannig að það var bara sett á 0. Þannig að í raun samt vitum við það ekki. Já. Það er íslenskar sem hafa sýnt fram á sent bara ákveðin teysl við hérna sérstaklega úttektir á astmalyfjum og fólk með astma finnur alveg rækilega fyrir þessu líka eins og þú ert að segja frá fólk sem með viðkvæmt í öndunarfærum sko. Þannig að já, vandinn er þarna og við finnum flest fyrir honum með ykkurum hætti eða bara sjáum hann með augunum það er þetta svona grábrún slíkja einhvern veginn yfir allu hérna í bænum í fallega veðrinu. Já. Það hérna rosa falleg náttúrulega sólarupprás og sólsetur og svona en þetta er einmitt, maður er farin einhvern veginn að hafa önnur hugrenningatengsl svolítið við þessa brakandi birtu líka þegar þetta er svona mikil vanlíðan sem fylgir þessu svona einmitt og hósta í beinni útsendingu í sjónvarps einmitt núna. Kannski bara svona aðeins lokum hérna sér fyrir þér Sigurður að ræða þetta meira í þinginu, taka þetta upp þar jafnvel senda fyrirspurn á hérna núverandi umhverfisráðherra hvort það ætli ekki bara að kippa í gamalt frumvarp. Mér finnst það alveg sjálfsagt og var ná að taka fram að eins og þú veist ég er engin sérfræðingur í þessum málum en mér finnst það alveg sjálfsagt og hérna að það vanti sko þú veist eins og ég nefndi hér fyrir þú veist það kann að vera að það vanti einhverja frekari sko valdheimildir hreinlega mér finnst það vanta svolítið sko þú veist að ég bý nú í Vesturbænum og ég held að vera síðastliðin vetur og þá að mælinu þar bílaður einhvern veginn svona vonlaust að fylgjast með þessu en þannig að það kann bara vel að vera í öllu falli finnst mér sko ekkert að því verandi sko hægri maður og verandi í sjálfstæðisflokknum og svona frelsis þengjandi sko þú veist að mér finnst sko svar þú veist samfélagsins eða stjórnmálana mér finnst það ekki geta verið að einhverjir hópar, það geta verið viðkvæmur hópar eða bara börn eða hverjum eða halda sig innandira. Það er einhvern veginn, getur aldrei verið lausnin, sko. Það getur verið sko, eitthvað svona neyðaraðgerð
tímabundið einstaka sinnum sko, en það þarf að einhvern veginn að bregðast við því með öðrum hætti. Þannig mér er sjálfsagt að skoða það. Það er kannski svolítið megin líka að segja ráð númer 1 í mörgum svona, þegar menn að reyna að draga úr einhverjum vandamálum í umhverfismálum, það eru svona koma með einhverja efnaðslega hvata eða refsingar. Við fáum 20 krónur fyrir hverja gosflösku sem við skilum tómri, af því þá fer hún í svona betra ferli og ok, þið megið, það má keyra nagladekkjum, en þá þáttu að borga aðeins meira fyrir það að nota nagladekkjum. Þannig að ég sé ekki fyrir mér allir nagladekkjum bönnu hér eins og er í sumum löndum. Nei, og það er auðvitað þannig í sumum löndum. En þetta er áhugavert, ég vona nú bara að við fáum smá úrkomu, þannig bara Lilja komist út næstu helgi með barnið og allir þeir sem eru viðkvæmir, ég meina eins og þú segir, þá er þetta er stór hópur, þetta eru ung börn, aldraðir og svo þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, þannig að við getum alveg ímyndað okkur að það sé næstu því hálft samfélagi sem liggi undir. Það er líka bara fólk sem vil kannski bara, þú veist, nota svona fallega daga til útivistar og svona sem hefur virkilega verið að finna mun. Örn Úlfar Sævarsson hefur verið mjög ödull núna síðustu daga að benda á þetta og það hafa verið svona ykkur fréttnaflutningur upp úr hans færslum og fleira og hann var einmitt að tók dæmi einmitt bara, sem sagt, hraustan mann sem bara hleypur 5 sinnum í viku og var farin einmitt að hætta við og mæðast og líða bara mjög illa og kasta upp kannski einhverju óþægilega ógeðslegu og fólk er að tala einmitt bara vera með eitthvað svona eins og hósta á borði stórreykingamannesku og eitthvað svona. Þannig að þú veist, þetta er bara svona einmitt áhrifin, afleiðingarnar eru víða og þú veist, það er líka bara einmitt, þú veist, að við ætlum bara fyrir eitthvað að bíða eftir úrkomu og einmitt halda áfram að skiptast upp í eitthvað skotgrafir með nagladekk og þrif og þeir sem eru í minni hluta í borgarstjórna að segja það að þrífa betur, þetta er einhvern veginn, það er bara þá að fara að bæta á skaðan einhvern veginn, þannig að ég held að einmitt svona bara svolítið eins og við höfum verið að ræða þú veist, þetta á bara að vera svolítið líka svona samfélagsleg ábyrgð og við erum öll þáttakendur í því, það er ekki bara einhverju kjörni fulltrúar eða þú veist, einmitt sem eru ofta ekki engir sérfræðingar, eru samt bara með vilja og í áhrifastöðu til að geta allavega ítt við einhverju og mögulega einmitt nýtt einhverjar heimildir sem að geta verið þá með svona sneggri áhrif til þess betra. Já, við þurfum kannski svolítið svona að hífa upp umræðu hefðina. Þessi umræðu hefur kannski svolítið farið einmitt út í með á móti nagladekkjum og orðið svolítið svona, þú veist, og einhvern veginn svona, bara fjarað út fyrir vikið. Já, á meðan eru bara einhverjir krakkar sem komast ekki að æfingu í val, þú veist, og verið einhvern veginn inni með þú veist, bara alltaf miklu orku og samt hóstandi. Í frábæru veðri. Já, þú veist, það er bara einmitt, það er bara glötustafa. Og ég held að ekkert okkar vilji það. Nei. Ég held að, hvort sem við erum með á móti nagladekkjanotkun, þá hljótum við að sjá það. Já, en mér finnst bara rosalega fínt að því að, þú veist, mitt sérfræðingunum fjölgar rosalega þegar topp ykkur svona málefni að fá þetta bara algjörlega skýrt frá þér. Bara þú ert sérfræðingur, bókstaflega. Það var bara mjög gott einhvern veginn staðið fyrir að lesa því. Og Umhverfis- og Orkustofnun er mjög duglega svara einmitt fyrir spurningu fólks, þetta veit ég, og leggur mikið upp úr því að vera svona upplýsingaveita, þannig að það er alltaf gott að hafa samband. Já, við erum líka að svara fólki við fáum bara talsett meira fyrirspurnum á svona dögum akkurat loftmengun og reynum að svara hverjum einn eftir bestu getu. Já. Og einmitt, og stofnun sem leggur mikið upp úr þeim að vera í svona virku samtali við samfélagið þessi mál. En ég þakka ykkur kærlega fyrir Þorsteinn Jóhannsson og Diljá Hámundsdóttir og Sigurður Örn Hilmarsson fyrir að koma hérna og ræða mengunin í borginni og dókiði við, það er meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar
og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.